Já, það. Já, annars væri ekkert allt með felldu. Já, Villi. Já, hvað gerum við núna? Leið mér að hugsa. Villi. Já, ertu búinn að hugsa? Ekki trufla mig allt í lagi. Villi. Já, við klæja svo í rassinn. Sveppi, ég get ekki það þið gert. Þetta er svo rosalega þröngur búningur. Það bara er alveg svakalegt. Er ekki til einhver svona game sokkabuxur? Sveppi, við erum út í geimnum að sinna mjög mikilvægu verkefni. Já, við þurfum að stilla hita þrýsti lífina til að undirbúa stöðuna fyrir komu aftur til jarðar í gegnum lofthjúpinn. Já, það er frábært. En ég get ekkert gert mér að þú klóra mér í rassinum. Þú verður að hjálpa mér. Allt í lagi. Svona, já. Já, svona, aðeins fastar. Aðeins neðar. Þetta er nýtt og... Villi, það kom eitthvað fyrir. Sveppi, ég kem og bjarga þér. Já, þetta gengur ekki. Nú týnist ég að eilífu. Ég læt það ekki gera. Strákar, eru þið ekkert að fylgjast með? Ég veit ekki hvað þú ert. Hvar ertu? Bjarga mér. Strákar, eru þið ekkert að fylgjast með? Jú, ég er alveg að fylgjast með, sko, en ég veit bara ekki hvað Villi er að gera. Villi, hvað ertu að gera? Að gera við geimskipið okkar. Það var sko, 3. hæðamælirinn var eiginlega bilaður af því að jafnvægisstillingin var öll í vitleysu því að snéru öfugt í tromlunni og það var hans grúper sem að setja þetta saman upp alveg. Við erum búin að vera í tómi basli með þetta síðan en þú búin að reka hann fyrir talsvert löngu síðan held ég. Hvað ertu að segja, drengur? Sko, ég er búin að vera að gera við geimskipið okkar og vetrarbrautinni Sulka því að 3. hæðamælirinn er búin að vera bilaður af því að Hættu þessu, drengur, og reyndu að fylgjast með. Já, heyrðu það, reyndum aðeins að fylgjast með, Villi. Var ekki smá gott að koma í sumarfrí, maður. Það var skamma með Sveppi og ógeðslega leiður á þessu. Já, þetta var óvart. Hei, ég var fyrir Brennó. Það er fótbolta. Ég var ótrúlega hlut sem ég var að segja þér frá Sveppi. Hvað segirðu? Það getur ykkur verkefni heima. Ert þú? Ég langar svo að sýna þér. Kottu, hefur þú tíma? Já, förum heim þín. Ég til. Ég hef ekkert annað að gera. Skólinn á boltan, ekkert þig! Ekki leiðinlegir. Hann er alltaf að stríða öll. Pabbi minn var að æfa fótbolta og það gefur enginn á mig. Eins og ég get ekki verið góður. Og þú, ég er að hlaupa henni upp í kantinn og það er svo fínt. Heldur þetta svo gott? Ha? Og þú, hvað er þú að reyna að gera alltaf þetta? Varstu að koma í ammali? Hvað er þetta? Þegar tímar er Sveppi þá get ég ekki alveg sagt þér að fylgstu með þetta. Mikilli orku fylgir mikil ábyrgð. Hvað? Hvað er þetta? Ég sé ekkert! En sjáum það, ég sé ekkert! Hvað er það að gera? Þetta var gott á hann eiginlega. Við erum öll ágæsleg! Hvar fékkst eiginlega þetta ljós? Ég bjóð þetta til sjálfum sko. Hvað er þetta? Þetta er pappsteinda neongeisla-ljós. Þetta er eiginlega sterkasta vasaljós í heimi. Það orsakar blindu, en bara í mjög skamman tíma, svona 18 sekúndur samkvæmt síðustu mælingum mínum. En er þetta ekkert hættulegt? Heldur hann eitthvað að sjá aftur? Nei. Ekki? Verður hann bara blind? Jú. Hann á eftir að sjá, hann bara sér tvöfalt fyrst og svo fer hann að sjá einfalt sko. Já, vá, þetta var frábært maður. Hæ? Hæ. Hæ? Hæ. Hæ? Hvað? Flott úlpa. Takk. Já, hvað ert þú að gera? Ég er bara í skólanum eins og þú. Já, ég veit það sko, ég veit það. Ég er að pæli bara hvað ert þú að fara að gera kannski í sumar sko. Já. Ég ætla að fara hringinn í kringum landið með foreldrum mínum, svo ætla ég að keppa í 5 leikum í ágúst með Gerplu. Keppa í 5 leikum með Ágústi og Gerplu? Nei. Við keppa í 5 leikum í ágúst
Með fimleikafélaginu Gerplu. Já, ég skil. Alveg rétt, er það ekki gaman? Jú. Ég elska alveg fimleika, sko. Veist, bara allt, veist, kottnís og trampolín þarna. Hann skotin í þér. Hann sagði, þetta vilja, heyrðirðu nokkuð hvað hann sagði þér? Ég það ekki, hann ruglaður, sko, að vilja það. Já, ég... Værirðu kannski til í að koma með mér í bíó á morgun, klukkan 6 í Sambíónum? Og frábær mynd, sko, eða svona... Ja, nei, þú kannski nennir því ekki. Já. Viltu það? Fara með mér? Bara við tvö þá? Ætli að við sjáumst á okkur klukkan 6 fyrir þann Sambíónum morgun? Já, það hljómar vel, það er samþykkt. Bless. Kottu! Sí! Þetta var smá vandræðalegt. Svo er ég ekkert skotin í henni, sko. Být þú nú hér, vinur minn. Sveppi, áður en ég sýna þér eitt hættulegt, ætla ég að sýna það svolítið sniðugt. Já. Veistu hvað þetta er? Já, þetta er harmonikan. En veistu þá hvað þetta er? Þetta er snúra. Og veistu hvað þetta hérna er? Þetta er innstunga. Sko, nú ætla ég að tengja harmonikuna með snúrunni í innstunguna, í magnaran og í kraftmagnaran, í gegnum flækjurnar og út í hátalarana. Wow, maður. Og veistu hvað það er? Rafmónika. Rafmónika? Það er snilld. Alveg kyrr, veistu, alveg kyrr. Alveg kyrr. Ég þurfa að stilla þetta eitthvað aðeins betur, þetta fór aðeins úrskeiðis hjá mér, sko. Já, það er nokkur ljós, það brá ekkert smá mikið, sko. En þetta var svona sniðugt. Þetta var mjög skemmtilegt. Nú er ég búinn að sýna þetta sniðu og nú ætla ég að sýna þér þetta hættulega. Já, alveg rétt. Wow. Hvað er þetta? Útvarpssendir. Sendir? Ég fann hann upp á háalofti hjá afa. Hann var sko ónýtur en afi gaf mér hann. Heyrðu, eigum við að fara út að leika okkur? Sveppi, ég er búinn að gera við hann. Já. Eigum við að fara út í fótbolta? Hvað, ég ætla að sýna þér þetta. Já. Vá, þetta er ekkert smá flott. Sveppi, ekki fikta í þessu. Sko, ef ég stillar ákveðna tíðni, þá heyrist þetta. Fjórhjólið klár. Sprengjurnar stiltar. Þetta er ekki heimsifir á, þetta er landsifir á. Hvaða raddir eru þetta? Og nú tökum við yfir Ísland. Nú eignumst við land. Hverjir eru þetta? Ég veit ekkert hverjir þetta eru, en ég held ég veit samt hvar þeir eru. Nú mun Ísland heyra undir okkur. Já. Hvar ætli þeir séu? Sko, samkvæmt tíðninni sem ég hef reiknað út, Já. þá eru þeir einhvers staðar hérna. Rétt vinstra megin við Keflavík. Vinstra megin við Keflavík. Á gamla hersvæðinu. Hersvæði. Já, það var sko einu sinni her hérna, en nú er hann farinn. Þess vegna er þetta svo grunsamlegt, það á enginn að vera þarna. Nú flýgum við á fjórhjólunum. Og við verðum ríkir. Fyrir Vili. Ég held að ég þurfa að fara heim að borða. Það farðu samt varlega. Já. Það er eitthvað dulafullt í gangi. Ég ætla að vera hérna aðeins lengur og vinna við þetta. Já, þú lætur mig vita ef það gerist eitthvað. Já, ok. Við sjáumst. Bless, bless. Bless. Og við verðum komnir til sólarlanda áður en fjólinn vaknar.
Uss, hlustið. Hvað er þetta? Ég veit það ekki. Það er eins og sé að vera að fylgjast með okkur. Láttu mig vera og þess að ekki að svara, það var aldrei spurt. Nú er hann hér, hann hjartur þér. Halló? Gjörðu svo vel, Sverrir minn. Soðin Ísa. Uppáhaldið þitt. Nei. Hvaða? Allt ekki svona. Það er fiskur í matinn. Ég var alveg búinn að steingleyma því. Sko, mér finnst fiskur alveg góður, sko, en það er bara svo margt annað sem að mér finnst miklu betra. Eins og til dæmis kjötbollur eða fiskibollur í bleikri eða bjúgu eða... En veitir hvað ég ger alltaf þegar ég fæ einhvern svona mat sem að mér finnst ekkert alveg sérstaklega góður? Þá ímynda ég mér alltaf að ég sé bara að borða eitthvað sem að mér þykir alveg afskaplega gott. Eins og til dæmis hamborgara. Þá tek ég bara 2 brauð, set svo fiskinn bara á milli. Smá sósu. Svona. Sko. Þá er ég bara komið með hamborgara. Mamma, takk fyrir alveg frábæran hamborgara. Þetta er uppáhaldið mitt. Já, Sverrir minn, það nú tekur ekki frá. Klukkunni 6, Gísli Sigurðsson segir kvöldfréttir. Flóðbylgju viðvörun sem gefur var út í 5 ríkjum í gær í kjölfar flugsiga skjálfta á Indlandshæfi í gærkvöld var afturkölluð bla 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 og bla bla. Þetta er orðið hundleiðilegt og við hörum í Það eru kvöldfréttir og þá er eins gott að allir steinþegi við borðið, sko, því að þá er pabbi að hlusta. Hann má ekki segja neitt, sko. Við getum platað hann aðeins. Sjáu þið. Pabbi fórst í ból. Hefur eitthvað heyrt í Jan? Vonast til að þessar fréttir hleypi jákvæðu lífi í fasteignamarkaðinn þar í landi. Ég held ég sé með einhvern vírus. Svona. Borðið nú kallandi mínir. Það var ferska innfistlega fisk. Húsavík í gærkvöldi og bla 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 bla. Sko, þegar maður er að busta tennurnar í baði, þá þarf maður að passa það að setja ekki sjampó í tannbustan og tannkrem í hárið. Góða nótt, mamma. Góða nótt, Eskan, og dreymi þig vel. Já, takk. Og góða nótt, paps. Það eru 10 fréttir. Palestínu hafa umbylt miðstjórn sinni í fyrstu kosningum innan samtakanna í 2 áratugi. Bla bla bla. Klukkan ekki svona 7. Hver er að hringja svo snemma? Halló? Sæl? Ha? Nei, ég hef ekki séð Villa. Hann er ekki hérna. Hvað meinarðu? Ertu búin að hringja á lögregluna? Hringaðu þig, ég ætla að hlaupa upp og tala við Sverrir. Sverrir, vaknaðu! Já, ég vaknar. Drífa mig á lappir, Sverrir minn. Hvar er hann Villi? Ha? Villi, hefurðu séð hann Villa? Hvar er Villi? Já, Sverrir minn. Er hann ekki bara heima hjá sér? Nei, hann er ekki heima hjá sér, hann er týndur. Er hann týndur? Hann var ekki í rúminu sinni í morgun. Það getur ekki verið, ég var heima hjá honum í gær. Komdu, Sverrir minn, þú verður að hjálpa okkur. Já, ég er að koma. Já, ég er búin að horfa allan á þetta svo ólíkt. Hún er ekki slags og símanum hans. Sverrir, varst þú ekki með honum í gær? Ha, jú, ég var með honum í gær og við vorum bara saman inn í herbyggi hjá honum eftir skóla, sko. En svo fór ég bara heim að borða. Skil þetta bara ekki. Það þurfa að líða 12 tíma þá hvernig getur byrjað að leita. Já, Hann á eftir að finna skallinn. heldur það? Já, þetta fyrir allt vel. Það er allir að leita. Já, ég vona það. En þetta á sér eðlilega skýringar. Það á allt sér eðlilega skýringar. Já, það er gott að heyra það. Það hlýtur að finnast. Það bara getur ekki annað verið. Það verður róleg. Villi týndur. Þetta er eitthvað svo undarlegt. Ég man í gær.
þegar við vorum að hlusta á raddirnar hérna úr þessum útvarpssendi. Ætli það tengist þessi eitthvað? Það samt bara eitthvað sem myndi gerast í bíómyndum. En þetta náttúrulega bíómynd. Má ég sjá. Vefupptökur. Þessi skilaboð aðeins hægt að spila einu sinni til að spila að nýju þarf að hafa lykilorð. Góða skemmtun. Athugasemdur rannsókn 12:64-567. Klukkan 20 mínútur yfir 9. Grunnsamlega raddir og hljóð fóru að heyrast úr langbylgjutækin hans afa. Í fyrstu virtust þau sakleysisleg og í besta falli forvitnileg. Þangað til viðfangsefnið fóru að nota grunnsamleg orð eins og heimsyfirráð og sprengjur. Einn skrítinn hlutur gerðist. Ljós kviknaði á vefmyndavilli minni og fannst mér eins og einhver var að fylgjast með mér. En það nú sennilega bara bull og vitleysa í mér. Nú hafa hins vegar ekki heyrst nein hljóð úr tækinu í á klukkustund og má draga því ályktun að grín eða gabb hafi verið að ræða. Villi, það einhver fyrir aftan þig. Nú klukkan eins og að langt gengin í miðnætti og ætla að sofa morguns í bókstaflegri merkingu. Nei. Villi! Skjalið hefur verið staðlestri möppu til að spila að nýju þarf að slá inn lykilorð. Takk fyrir. Mamma! Mamma! Höldu fljótt! Ég veit hvað kom fyrir Villa. Hvað segirðu? Ég var að horfa á það í tölvunni að hann satt í tölvunni sinni og fyrir aftan hann var einhver maður í svörtum fötum með svona grímu, svona eins og ninja sem að kom með einhvern klút og svæfðan og stal honum. Það er myndið aldrei frjótt ímyndunarafl. Nei, ég er að segja... Nei, ég er að segja alveg satt en ég get ekki sýnt ykkur aftur í tölvuna því að það er búið að vista þetta í einhverju möppu og til að opna það þá þarf maður að vera með eitthvað lykilorð. Já, þú segir það. Þetta er alveg satt. Ekki fyrir að gera grín af svona alvarlegum hlutum, Sverrir. Þetta er háalvarlegt mál. Viltu ekki frekar hjálpa okkur að leita að vini þínum heldur en eyða tíma í vitleysu? Þetta fullorðna fólk er ekkert smá skrítið. Það er alltaf að skamma mann. Þó maður gerir ekki neitt. Það er alltaf að skamma mann. Ekki kassar. Þetta er kortið sem Villi var með í gær. Sjá. Suðurnesin, alveg rétt. Hann var eitthvað að tala um Keflavík. Nú sko, ef að fullorðna fólki trúir mér ekki, þá verður maður bara að gera þetta sjálfur. Ég verð að bjarga mér við að bjarga Villa. Nú tek ég þetta í mínar hendur og fer sjálfur að leita. Gói! Sveppi! Er allt í lagi með þig? Já, ég ætlaði sko að gera þetta. Já, Já, þetta var kötturinn minn. Þinn? Já, mömmu. Já. Eða pappa. Hann er nýr. En við áttum samt annan. En við þurftum að losa okkur við hann. Já. Þá áttum við í mín blokk. Við verðum að fara með hann í sveitina. Til frænku minna sko, hún tók hann. Já. Við fengum þannig hann í Kattholti. Já, hann er bara ungur sko, en samt alveg, þú veist, fýtt sko. Já. Já, líður mjög vel hjá okkur sko. Við verðum nefnilega að losa okkur við hann af því að konan á neðri hæðinni sko í blokkinni sem á köttinu sem við áttum áður sko, hún var með ofnæmi sko fyrir köttum sko, þannig að þess vegna þurftum við að fara með hann. Já, hann heldur að sé allt í lagi með köttin. Já, ketti geta lifað alveg rosalega hátt fall. Svo eiga þeir líka 9 líf. Já. En þess er enda bara 4 eftir. 3. Hvað heitir hann? Einar köttur. Einar köttur. Það er dálítið skrítið nafn. Ég þekki fullt af strákum sem myndu Einar. Já, ég er að meina bara svona dálítið skrítið nafn á ketti, sko. Þess vegna heitir hann Einar köttur. Já, Einar köttur, já, auðvitað, þá náttúrulega fattar maður strax að þetta er köttur, sko. Furðuna! Einar köttur, furðuna! Þetta er Gói. Hann var með mér í bekk í fyrra, svo flutti hann úr hverfinu, en þetta er alveg frábær strákur. Kannski getur hann hjálpað mér. Heyrðu, Gói, ég er nefnilega alveg í rosalega miklum vandræðum. Veistu það?
Já. Ég er rosalega góður að lesa vandræðum. Ertu að meina? Já. Það væri nefnilega alveg frábært ef þú gæti hjálpa mér. Og ég segja þetta alltaf svakalegt. Villi, besti vinnu minn, honum var rænt. Hvað heitirðu, litli kall? Villeroy og Bock. Villeroy og Bock, segðu mér, hvað veistu starfsemina hérna hjá okkur? Ekkert, maður. Heldur að ég sé einhver vitleysingur? Nei, ég veit ekkert hvað að gera hérna. Ég sver, 10 fingur upp til guðs og allt. Veistu hvað þetta er? Naglbítur. Er það örugglega ekkert sem þú veist? Ég veit ekkert hvað þið eruð að gera hérna. En ég veit alveg hvað naglbítur er, þú ert ekkert að segja mér neitt um það. Ef þú segir okkur ekki eitthvað, þá hikum við ekki við að nota þetta. Og þá fara ekkert 10 fingur upp til Guðs. Akkur varstu svona lengi? Ég var að ná í nesti og nýja skó. Til hvers? Þegar maður fer í ævintýraferð, verður maður að vera með nesti og nýja skó. Þá getur komist út í Keflavíkur. Förum niður á BSI. BSI? Það er stór rútustoppistöð. Þar fara allar rúturnar út á land. Já. Flott, gerum það. Sveppi, komdu! Kom, sérðu. Þetta er Villi. Er þetta Villi? Já, hann er í sjónvarpinu. Það er verið að tala um hann í sjónvarpinu. Hvað gerum við núna? Nú tökum við rútuna til Keflavíkur. Bíð þú hér, ég skal sjá að tala. Allt í lagi. Góðan daginn. Daginn. Hvenær verður næsta rúta til Keflavíkur? Bara núna til nokkra mínútur. Eru þið bara 2? Já. Hvað kostar miðinn? 1400. Nú, verður maður að borga fyrirfram? Já, maður verður að borga fyrirfram. Já. Er enginn fullorðinn með ykkur? Jú. Nei, sko... Ná, við erum sko farið til Keflavíkur að hitta fullorðna, sko. Já, já. Ná, mömmu og svo pappa, í móðurætt. Þau eru bara... bíða eftir okkar. Já. Þetta gæti orðið vesen. Hvað sá hann? Þetta er bara allt klappa og klárt. Þetta meina? Já, við höfum bara að fara út í rútuna þarna. Það er reyndar allt uppselt uppi, sko, þannig að við verðum að vera í farangursgeymslunni. Í farangursgeymslunni? Já, það er allt uppselt, sko, þannig að við verðum að vera í farangursgeymslunni, en það er miklu þægilegra, ég hef oft gert það, sko. Miklu þægilegra þar? Hvernig getur það verið? Miklu þægilegra, oft gert það, sko. Farþegar á leið til Keflavíkur að tíð. Við látum það duga. Já. Attention please, passengers going to Keflavík are kindly asked to board the bus waiting outside. Bílstjóri.
ekki að viðræður í vagnstjóri eru stranglega bannaðar? Þetta bara eins og strætó. Já, þetta þægilegt. Þetta sko gott. Gott? Já, hérna getum við farið að láta fara vel okkur, Farið yfir stöðuna án þess að einhverju sé eitthvað að tuða og trufla okkur. Jæja, nú förum við yfir þetta. Allt í lagi. Fyrst þurfum við að komast út úr rútunni án þess að nokkuð sjá okkur. Allt í lagi. Síðan þurfum við að komast inn á varnarsvæðið óséð. Allt í lagi. Síðan þurfum við að finna vindinn. Allt í lagi. Og að lokum verðum við að bjarga honum. Allt í lagi. Wow! Ekki allt í lagi? Allt í lagi. Allt í lagi. Stopp í hljóðum var að koma. Nú. Halló, takk fyrir að fara með spísi. Hvað er þið að gera hérna? Við erum komnir, Seppi. Förum við. Hvað eru þið búin að vera þarna allan tíman? Sko, mamma pabbi sko ammans sem að keyrir í rútu. Legur. Hlaupum! Strákar, komið aftur, er ekki fullorðinn með ykkur? Hvað gerum við? Förum undir. Ég er með skóflur. Förum yfir. Yfir. Er allt í lagi með þig? Já. Taskan! Komum. Þetta er bara eins og að vera komin til útlanda. Þetta voru eins og útland. Það? Já. Vá, maður. Gott við. Já. Lesti. Flott fjólhjól. Fjólhjól. Talandi fjólhjól. Raddirnar í tækina svilla, þær myndust á fjólhjól. Þannig að við erum á réttri leið. Matur. 1944. Matur fyrir sjálfstæða Íslendinga. Ekki lengur.
Kaktarinn. Gefðu mér svala eða rúgbrauð eða kalkatarann. Jógúrt. Finnst örugglega jógúrt gott. Já, gefðu mér jógúrt. Gói! Sérðu? Þetta ekkert smá drungalegt. Ég ætla að fara að segja þetta. Vá! Eigum við að kíkja þarna inn? Já. Gói! Ef að vondu kallarnir eru hérna inni, þá taka þeir okkur fasta líka. Ég veit, þess vegna verðum við að fara varlega. Já. Heyrðurðu þetta? Já, þetta var hvellur. Já, þetta var hvellur. Það er einhver hérna inni. Gói! Nei, Gói, mér líst ekkert á þetta. Gói! Gói, förum! Sveppi! Gói, förum! Sveppi, slakaðu á! Við verðum að vera hugrakir. Hvað eruð að gera? Verið rólegir, drengir. Við ætlum ekki að gera neitt fyrir bara tveir saklausir strákar. Verið rólegir. Nei, við gerðum ekkert. Nei, við gerðum ekki neitt, sko. Nei. Andiðu með nefinu. Fylgiði mér. Gói, hvaða herbyggi er þetta? Svei mér þá, ég held ég hafi átt heima hérna einu sinni. Nei, kannski ekki. Nei, við gerðum ekki neitt, við erum saklausir. Afsakið, drengir. Ég var nú bara að ganga úr skuggum hverjir þið væru. Ertu vondur eða góður? Ertu svona kall sem að étu börn eða ræni krokkum? Hvaða vitleysa er þetta? Mamma sagði að maður ætti aldrei að heilsa ókunnum. Hvað heitið þið? Sveppi. Ég heiti Guðmundur Karlsson. Pabbi minn er biskup. Ég heiti sko Sverrir Þór Sverrisson sko, en ég hef alltaf verið kallaður Sveppi. Það er gaman að kynnast ykkur. Ég heiti Jói. Jói? Já. Bara Jói? Já, bara Jói. Jæja, þá erum við ekki ókunnugir lengur. Æ, Jói. Já. Hvað rekur ykkur hingað? Nei, sko, málið er það að við vorum að fara að... Nei, sko, hérna, við erum í vísindaferð með skólanum okkar og við tengdum hópnum okkar, en ég held að ég viti hvar þið eru nú. Og í hvaða skóla eru þið? Við erum, hérna, í Keflavík, annað Reykjanes, sko, í Sandgerðis. Við erum sko í fjárnámi frá Keflavík. Við verðum bara að segja honum sannleikann. Það þýðir ekkert annað. Sko, þannig mál með vexti að Villi vinur minn, honum var rænt. Vegna þess að afans gaf honum útvarpssendi og þegar hann kveikti á sendinum þá fór hann að heyra einhverja raddir í einhverjum mönnum. Heyrðu, og mennirnir, þeir komu og rændu honum af því að þeir sá hann í gegnum tölvuna. En hann er einhvers staðar á þessu svæði hérna því á einhvern ótrúlegan hátt þá var Villi búinn að finna það út að þeir væru með bækistöðar hérna einhvers staðar á gamla hersvæðinu. Já, þið segir nokkuð. Og þá fór ég í morgun heim til Villa og það haldi allir hans í týndur en ég vissi að honum var rænt. Og mamma var grátandi og löggan var komin og allt. Og ég reyndi að segja þeim sannleikann að því að ég var eini sem vissi hið rétta en það vildi bara enginn trúa mér. Ekki einu sinni löggan. Þannig að ég fór bara heim til Góa. Ég er Gói, Jói. Já,
og við tókum rútuna til Keflavíkur og erum að leita að Villa. Þetta mikil saga hjá okkur. Já, og ekki nóg með það, heldur að þá var Villi að hann heyrði mennina í sendinum tala einhver fjórhjól og þegar við komum hérna upp eftir áðan, þá sáum við bara mann á fjórhjóli. Ég ekki frá því að ég hafi mitt orðið var við undarlegar mannaferðir. Það? Menn á fjórhjólum. Þannig að þú trúir okkur þá? Já, þetta allt saman mjög grunnsamlegt, það verði ég að segja. Já, því að þú trúir okkur þá væri frábært ef að þú getur kannski hringt í lögguna, af því að þú ert fullorðinn og svoleiðis. Þannig að þú getur hringt og sagt henni sannleikana því að hún trúir örugglega þér. Ertu ekki með síma? Nei. Ertu ekki með gemsa? Nei. Ertu ekki með gemsa? Nei. Ertu með tölvu? Nei. Faxst ekki? Nei. Útvarp? Jú. Við getum kannski notað það til þess að... Nei, ég get ekki hjálpað ykkur, drengi mínir, því miður. Allt í lagi. En við ætlum að fara að leita bara að Villa. Takk samt fyrir. En bíðið aðeins. Látum okkur sjá. Já. Við erum hérna. Og hérna eru radíómöstur og kofar. Fljótlegasta leiðin myndi við að fara hérna yfir flugbrautina og fara svo upp eftir og þá komið þið að staðnum þar sem að ég var við fjórhjólamennina. Þetta hættuför og þið verða að fara varlega. Við lofum því. Bíðið aðeins. Hvað gerði ég nú við það? Þennan lykil ég búinn að eiga í 30 ár og ég var alltaf viss það að einn góðan veðurdag þá kæman einhverjum að góðum notum. Svo geymið hann vel. Við lofum því. Já. Gói, þú passar hann. Já. Þakka þér kærlega fyrir. En muniði mig það að fara varlega. Lofum. Takk. Heyrðu Egill, þú ert alveg frábær leikari. Maður bara trúir öllu sem þú segir. Eigðu það fyrir þig. Einmitt. Heldur að sé satt? Við verðum að vona það, sko. Við erum að fluga. Gói. Já. Við þurfum að komast yfir liðið. Ég veit það. Þetta stór flugbraut. Já, ekkert smá stór. Alveg svakalega stór, sko. Bara tekur engan undan. Nei. Aumingja Villi. Hvernig ætli hann hafi það? Ég veit það ekki. Hann er örugglega alveg rosalega hræddur. Já, ég trúi því. Og vondukallarnir, þeir eru örugglega meira núna. Alveg örugglega. Heyrðu, flugvélarhljóðin? Já, það er nú ekki skrítið að sé flugvélarhljóð á flugvelli. Nei, það er sko alveg hárrétt. Já. Gói!
Já. Gói! Já. Gói, það flugvél að koma, Gerum þetta! Nei, ég er brjálaður! Það er ekki hægt. Vá! Elsku Guð, viltu koma mér héðan burt? Nei, maður har ekkert kassettutæki til að tala við Guð. Maður getur bara að tala beint við hann. Kæru mamma og pabbi, þetta er ég, Villi. Mér er haldið föngum og ef ég slepp aldrei héðan burtu, þá langar mig að segja ykkur að Kæri finnandi, ég heiti Vilhelm Anton Jónsson og er kallaður Villi. Mér er haldið föngum einhvers staðar á varnarliðssvæðinu. Ég veit ekki nákvæmlega hvar, en samkvæmt þeim útreikningum sem ég gerði heima hjá mér kvöldið sem mér var rænt, þá er það einhvers staðar hjá gamla Ratsjárvirkjunu, sem að oft er kallað Rockville. Það eru möstur hérna og nokkrir kofar allt í kring. En fariði varlega. Því vondu kallarnir sem rændu mér eru stór hættulegir og sendiði sérsveitina og lögregluna. Ég er alveg að pissa á mig af hræðslu. En annars hefur ekkert illt hent mig og það amar svo sem ekkert að mér. Ég fekk að borða, ég fekk kaffijógúrt og ég fekk svala og ég fekk brauð með osti. En komið þið samt strax. Bless. Guð og lukkan hjálpa mér núna. Ertu með einhverja lýsingu á þessu strákum? Nei, það voru bara einhverjir tveir guttar, þeir hljóta að vera eitthvað þarna. Herri, ég tek það eitt hring og kem á eftir. Allt Já. Vá! Þarna munaði mjóð. Voru þetta vondukallarnir? Alveg örugglega, sko. Maður veit aldrei hvað þeir eru að gera. Hvað er þetta? Hvað? Þetta? Bíddu! Vá, hvað er þetta? Ég veit sko hvað þetta er. Aha. Þetta er diktafónn. Dikta? Það er svona kassettutæki. Já. Ég er svona til að taka upp, til að hjálpa sér að muna. Já. Svona þannig að maður gleymi ekki eins og að kaupa mjólk og kartöflur. Mamma átti svona. Vilhelm Anton Jónsson. Ha? Sérðu, stendur Vilhelm Anton Jónsson. Það er Villi vinur minn sem við erum að leita að. Ha? Kæri finnandi, ég heiti Vilhelm Anton Jónsson og er kallaður Villi.
Mér haldið föngnum einhvers staðar á varnarliðssvæðinu. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar en samkvæmt þeim útreikningum sem ég gerði heima hjá mér kvöldið sem ég var rænt, þá einhvers staðar hjá gamla Ratsjórvirkjunu sem oft kallað Rockville. Það eru möstri hérna og nokkrir kofar allt í kring. Heyrðu, já, hann sagði, hann veist, kofar og risastórt. Þarna eru fjórhjólin. Þarna skall hurnar í hælum, segir satt. Að læðast. Hvernig komumst við inn? Bíddu hérna augnablik. Olsen. Olsen. Marhaba abi. Olsen. Rakka úr fímabann! Hvað? Svona spilum við bara Olsen, sko. Sko, okkur óhætt. Þeir eru inn að spila. Frábært. Alveg þetta típist. Við þyrftum að vera með lík. Þeir hljóta allir vera með líkla því að við getum ekki bankað, sko. Þannig að Líkil, ertu með hann? Yes! Pappa. Eins gott að vísindamaðurinn lét okkur hafa hennan lykil á þessum tímapunkti í myndinni. Já. It's my party and I cry if I want to. Cry if I want to, you would try to, if it happened to you, don't... Villi! Ég gerði það ekki neitt! Ég er bara lítill saklur strákur! Bara með mamma og pabbi! Villi, þetta er við! Já, gerði ekkert af, ég gaf mig bara það tæki! Viss! Villi, gætu heitt í okkur! Já, Villi! Sveppir! Við fundum diktafóninn! Sveppir! Losa það með strax! Já! Losa hann! Þetta er ekki svona hnútur, þetta er ekki penast, getur rétt, svona. Hóttu, við þurfum að flýta okkur, þeir getur komið á hverju stundu. Villi, hvernig förum við út? Hvernig komist þið inn? Já, sömuleiðis. Taskan! Villi. Við förum á fjórhjólið. Ég veit að það
Bíllinn er að fara þangað! Farðu töskuna til Glasgow! Það er hérna. Það er að koma inn á nokkrar úr fluginu frá Halifax! Ok. Skemslu? Við getum sko alveg látið fara vel okkur hérna. Flugvél? Og hvað með það? Þetta er ekkert flugvél sem er að fara að fljúga til Akureyrar eða neitt þannig. Nú? Þetta er flugvél sem er að fljúga til útlanda. Við erum að komast út á hringinn. Flugvél! Loka! Frænka mín, hún í útlöndum. Við getum alveg örugglega fengið að gista hjá henni. Góðan dag, velkomin. Góðan daginn, velkomin. Góðan dag, velkomin. Hvert erum við að fara? Hvert erum við að fara? Hvert giftur miðan? Hvað erum við lengi til Glasgow? Þetta er svona 1,5 eitthvað svoleiðis. Til Glasgow? Strákar, flugvélin er frá loft! Þið er ekkert smá þungir, maður! Það er að því að flugvélar taka loft á 400 km hraða og það þýðir bara líkamsþyngd okkar fjórfaldast. Wow! Það er eins og að vera með 4 billa á sér og 4 góa! Mér er bara svolítið kallt. Já, það er ógeðslega kallt hérna inni, sko. Það er ekki skrítið, við erum komin svo hátt upp og þegar maður ofar sem maður fer í lofthjúpinn, þegar maður kaldara verður. Til þess að maður fær út í geim, þá eru puttarnir á manni bara grýlukyrrt. Þess vegna eru geimfarar með geimhanskar. Já, það er rétt, sko. Lítið gói. Lítið villi. Já, þið hafið aldrei hist. Jú, í afmælunars nonna. Já! En það hittistu ekki? Nei, en þið voruð þar. Já. Það er eiginlega það kallt, sko. Samt er ég alveg ofsalega vel hræddur. Ég er í úlpu og peysu. Samt er ég alveg drepast úr kulda, sko. Sjáið mig! Þetta er góð hugmynd. Ég veit það. Við klæðum okkur bara í föt hérna og þá verður okkur hlýtt. Já. Hérna er taska. Halló! Okkur verð ég bara kvenmannsföld. Það eina sem vantar núna er bara góð matur. Bjallaði flugfreyjuna og pantaði smá mat. Það hlýtur sko að vera hægt að skrúra einhverja lúgu og komast upp í farþegarými. Heldurðu það? Hvað gerðist? Ég held að þessi matur beint
Fyrir ofan okkur. Náðu í mat fyrir okkur. Villi, náðu í eina kók fyrir mér. Villi, sagtu líka poka af saltnetum, það er svo ógeðslega gott. Fyrirgefðu, væna, við líðum ekki svona dónaskap um borð í vélina. Þú veist alveg hvað ég er að tala. Dónaskap? Ég veit ekki hérna. Hæ? Þetta er alveg svakalega gott. Já, þetta er ógeðslega gott. Ég er óska þess að mamma myndi bara hafa alltaf svona flugvélamat í matinn. Já, nákvæmlega. Mamma mín, hún er rosalega með spítalamat. Það er ógeðslega gott. Það er ógeðslega gott. Já, ertu með svolítið slæma húð. Það er eðlilegt með svona ninja, sko, þú veist, þið eru alltaf með svona grímu bara fyrir andlitinu og þetta er einhvern veginn ekkert að lofta, fær ekki varaþurrk. Jú. Já. Ég er hérna fyrir þig. Rosalega gott efni í þessu. Labello. Verður nú komið speil? Já, speilin á klósni. Þetta var alveg svakalega gott maður. Ógeðslega gott. Já. Þetta er alveg ógeðslega. Heyrðu, ætlaði þessi mikið eftir þessu flugi, sko, því að ég á að fara í bíó í kvöld með stelpu. Það? Hvað ætlaði þessi mikið eftir það? Það fer bara alveg eftir hvert við erum að fara. Ef við erum til þess að fara til Kuala Lumpur, þá eru svona 14 tímar eftir. En ef við erum að fara til Kaupmannahafnar, þá eru þetta bara 2 tímar. En ef við erum til þess að fara til Flórida... Heyrðu, flugstjórinn er að tala. Ég ætla að hlusta. Flugvél bara, 2 vængir og stél og svona basic stuff. Og áætlaður flugtíma okkar til Glasgow er svona cirka 2 klukkustundir sem er svona 26 Strákar! Strákar! Ég held að við séum að fara til Glasgow! Ég elska Glasgow! Aðstoðarflugmaður minn er konan mín, Halldóra Bernhardt, frábær kona. Veðrið er svona la-la, ský og smá logg, kannski regning, snjó, smá vind. Strákar! Strákar! Ég sá hann! Hver? Hann er borð í vélinni ninjan sem var að elta okkur. Ertu viss um þetta hafi verið hún? Já, alveg 100%. Þú veist, það er ekkert margar ninjur á Íslandi. Það er rétt. Þá veit hún að við erum hérna eitthvað staðar. Hvað eigum við að gera? Við verðum að reyna að gera eitthvað. Ég veit. Já. Hoppum út í fallið. Já. Nei. Ég með það. Komdu með skóinn. Komdu með skóinn. Komdu með skóinn. Láttu hann bara hala skóinn. Villi, stöngina. Veiðistöngina? Já, komdu með hana strax. Alveg búinn að missa það. Missa hvað? Hvað ertu eiginlega að gera? Sko, ég er að þræða gyrni á skó. Ég sé að það veit akkur að gera þetta. Gef mér ljós. Sko, Villi, þú byrjar að hala inn leið og ég segi. Og hala inn, Villi. Stopp. Og dragðu inn. Og núna, hratt. Halló? Guð, hvernig komstu
þarna niður? Ég er ekki einn sko, við erum 3. 3? Já, ég, Villi og Gói. Villi og Gói? Já, við komum inn með töskunum sko. Með töskunum? Já, þetta er nú ekki endurtaka allt sem ég segi. Nei, ég er bara hissa að sjá hvað þetta niðri, strákar. Hvað? Guð minn almáttugur. Já, málið er það sko, við þurftum að fara að bjarga Villa því að honum var rænt. Og þegar við vorum búinir að bjarga Villa, þá fórum við út á fjórhjól og hjóluðum hingað. Og það var einn vondur kall sem var að elta okkur og hann elta okkur alla leið hingað. Og svo vorum við bara allt í einu komnir hingað inn og þá lokaðist bara hurðin. Og svo fór flugvélin bara á loft. Þetta er ótrúlegt, strákar. Já, ekki nóg með það. Maðurinn sem var elta okkur, hann er borð í flugvélinni núna. Hann er í svona svörtum fötum með svona slæðu fyrir andlitinu. Þetta er svona ninja. Ninja? Ég veit að hljómar alveg afskaplega skringilega, en það er alveg satt. Og hann er með vonduköllunum og þeir eru að plana eitthvað svakalega hættulegt. Allavega, þeir eru að tala mikið sprengjur. Hvað? Þú segir ekki þetta orð hérna. Sprengjur? Já, ekki flugvél. Hann má segja sprengja í skipi. Og ekki segja sprengjur í skip, en í lest. Vissu þið að það mætti ekki segja sprengja í lest? Strákar, býðið ekki, þið svangir, ykkur ekki kalt þarna niðri? Nei, þetta er allt í lagi, við erum búin að klæða okkur í föt sem við fengum bara úr einhverjum töskum og svo fengum við sko lánaða 3 matabakka áðan, eða Villi sko, hann tók 3 matabakka. Það útskýrir ýmislegt, það vantaði 3 bakka hérna uppi á mér áðan. Strákar, býðið hér, ég ætla að fara að kanna þetta mál. Já, gerðu það. Vertu fljót. Fyrirgefast, þú með flugmiða vegabréf? Nú ég, takk yfir þessa flugvél. Passið ykkur að þið niður, haldið ykkur í eitthvað þegar við lendum. Passið upp okkur. Við gerum það við förfanlega. Strákar, við erum hættulega laumi farþegi um borð. Það eru fá lögreglu mikla sko. Já, þeir eru hérna hjá okkur, það er verið að opna farungsgeymsluna og þeir verða komin út eftir bara örskamma stund. Við erum í Glasgow. Já, sjálfsögðu, við pössum vel upp á strákana. Ég reiknum með að lenda í Keflavík, já, örugglega bara svona rétt fyrir 5. Já, við komum og sækjum strákana. Allt í lagi, já, takk fyrir, bless. There you are, lads. People have been worried. Are you all right? Já, það er allt í lagi með okkur, sko. Þetta búið að vera rosalegt alveg. You all right, son? Já, mér er bara mál að pissa. And you? Kúka. Grab us a long time to be. Jæja, strákar, hérna kemur smá matarhættingur. Þakka kærlega fyrir. Vá, maður var ekkert smá svangur, sko. Vil eitthvað fleira? Heyrðu, það væri náttúrulega frábært að fá kannski franskor og koktel og kóka á eftir líka aftur, sko. Við reddum því. Já, og kannski ís í eftirrétt ef það væri möguleiki. Er það ekki, strákar? Jú. Ís? Já, og í eftirrétt. Við reddum því. Glæsilegt, takk fyrir. Strákar, á hvaða mynd vil ég horfa? Aggi Sveppi og Leitin að Villa? Nei, tjóku. Aggi Sveppi og Leitin að Villa, kafli 2. Gerist úr Sólaströnd. Kannski á Bahamas. Bahamas? Eða Aggi Sveppi og Leitin að Villa. Góði bjarga málunum. Komin heim. Hæ, mamma. Þetta var rosalegt. Ég bara græði. Nei, það er allt í lagi, mamma. Það var allt í lagi. Hæ, mamma. Aðeins Villa. Hver er þú? Þetta er búið að vera alveg svakalegt ævintýri. Ég hélt ég fengi aldrei að sjá þig aftur. Já. Og ég var
með svo mikla áhyggjur. Já, ég veit það. Ó, kallinn minn. Almáttur, ég verð alltaf vikuna á mér. Vó, löggubíl! Heyrðu, megum við fara með löggubílinn í bæinn? Já, það er lagi ykkar vegna, þá þurfum við hvort þér að taka þeim skýrslu. Hey, gerðu það, mamma! Gerðu það! Já, allt í lagi. Frábært! Við erum bara í góðum höndum. Farðu varlega. Nennirðu aðeins að hækka í útvarpinu? Þeir fundust í farangursgeymslu flugvélar á leið til Glasgow, hressir við aðstæður. Já. Heyri, það er að tala okkur í útvarpinu. Það er ótrúlegt. Já. Getur verið að þetta séu mennirnir sem voru að elda ykkur, strákar? Já. Þetta eru vondu kallarnir sem rændu við maður. Voru þeir handteknir eða? Já, heldur betur. Eftir ábendingar frá ykkur, þá komum við þessa gæja. Glæsilegt. Fáum við verðlaun. Það er aldrei að vita. Svona fundaverðlaun eitthvað. Heyrðu, er þetta rétt klukka? Hvað, ertu í ykkur tímaræki? Já, reyndar sko, ég nefnilega ég var búinn að bjóða stelpu í bíó nefnilega. Já, hitt hana sko, myndin byrja klukkan 6. Ég er orðinn dálítið seinn, þannig að gætu þið kannski skutlað mig bara í bíóið? Já, er það ekki? Bara við látum mömmu hennar vita. Já, látið mömmu vita og þá getið þið skutlað mig. Heyri, getið þið sett sírenurnar á? Já, ég er nú hræddur það. Ertu til í að skella sírenunum á, Geirjón? Ekkert mál, strákar mínir. Sjá þig maður. Hvað, akkur komst í löggubíl? Já, það var sko því að ég átti ekki að peningi í strætó sko. Nei. Farið í burtu þarna. Heyrðu, vant jú, myndin alveg að byrja sko. Endar vel. Frábær mynd sko, svona. Ég veit alveg hvað naglbítur þú ert ekki að segja neitt það. Þetta er Guðjón Karlsson, pabbi minn er biskup. Svo þegar keppni 5 leikum í ágúst með Gerpul. Ég sé einhver vitleysingur. Nú ég, takk yfir þessa flugvél. Hættu þessu drengur og reyndu að fylgjast með. Góðan dag, velkomin. Hegðu það fyrir þig. Við erum